Forseti Úkraínu gagnrýndi evrópska þjóðarleiðtoga í dag og hvatti þá til að sýna meiri forystu á alþjóðasviðinu, meðal annars vegna Grænlands. Hann segir fund sinn með Trump í Davos hafa gengið vel. Hér í Brussel var hlustað á áskorun Zelenskís og hún verður örugglega rædd á aukafundi leiðtoga ESB-ríkjanna sem var að hefjast hérna. Aðalmálið af fundinum hins vegar samskiptin við Bandaríkin og hvort hægt sé að treysta stjórnvöldum í Hvíta húsinu. Íbúar við Holtsnúp undir Eyjafjöllum þar sem banaslys var þegar grjót féll á bíl í fyrra vilja láta færa hringveginn til að draga úr slysum og gagnrýna sein viðbrögð Vegagerðarinnar. Þetta ekkert feimnismál, segir maður sem jafnar sig eftir hárígræðslu í Tyrklandi og hlakkar til að gefa sér lausan tauminn í hárgreiðslu. 10 íslenskir karlmenn á mánuði hafa að undanförnu farið þangað í þeim erindum. 4.000 komu saman í HR í dag til að kynna sína starfsemi og kynnast nemendum sem eru að taka sín fyrstu skref á vinnumarkaði. Leita mér að sumarstarfi sem að henta kannski betur náminu og prófa eitthvað annað. Komið þið sæl. Volodymyr Zelenský fór hörðum orðum í dag leiðtoga bandaþjóða Úkraínu í ræðu sinni á efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss. Hann sagði meðal annars að viðbrögð þeirra við ásælni Bandaríkjaforseta í Grænland hefðu ekki verið nógu afgerandi. Everyone turned attention to Greenland. And it's clear most leaders simply are not sure what to do about it. And it seems like everyone is just waiting for America to cool down on this topic, hoping it will pass away. But what if will not? What then? And if you send 30 or 40 soldiers to Greenland, what is that for? What message does it send? What's the message to Putin, to China? And even more importantly, what message does it send to Denmark? The most important, your close ally. Þarna hvað við nýjan tón hjá Zelenský var lítið köld gusa fyrir einhverja evrópska kollega hans. En Zelenský fann þeim þó ekki allt til foráttu. Hann þakkaði fyrir að rússneskar eignir í Evrópu hefðu verið frystar, en sagði kjark hafa skort til að nota þær í þágu Úkraínu. Europe loves to discuss the future but avoids taking action today, action that defines what kind of future we will have. That is the problem. Why can't President Trump stop tankers from the Strait of Fleet and seize oil, but Europe doesn't? Russian oil is being transported right along European shores. That oil funds the war against Ukraine. Trump og Zelenský áttu fund fyrr daginn þar sem Úkraínustríðið var til umræðu. Hann segir viðræður frið á lokametrunum. Instead of becoming a truly global power, Europe remains a beautiful but fragmented kaleidoscope of small and middle powers. Instead of taking the lead in defending freedom worldwide, especially when America's focus shifts elsewhere, Europe looks lost, trying to convince the US president to change. Og við þetta má bæta að Zelenský segir að hann og Trump hafi náð saman þátttöku Bandaríkjamanna í öryggistryggingu fyrir Úkraínu að undangengnu friðarsamkomulagi. Björn Malmquist, þú ert í Brussel. Já, hvað vitum við þetta samkomulag og hvernig þessu tekið í Brussel? Við vitum fátt enn sem komið en það nokkuð ljóst að þetta verður á dagskrá leiðtogana sem voru að koma saman. Fundur þeirra hér í Brussel var að hefjast fyrir nokkrum mínútum
og það alveg ljóst að þeir ræða þessar fréttir og hvernig og hvaða áhrif þetta hefur á aðkomu Evrópuríkja að öryggistryggingum og mögulegu friðarsamkomulagi. Næsta skref í þessu ferli verður væntanlega að bera þetta undir Rússa og kannski við vitum ekkert hvernig það fer, en við vitum líka að Evrópuríkin hafa á undanförnum mánuðum og misserum borið hitann og þungan af þeim stuðningi sem Úkraína hefur fengið. Yfirskrift þessa fundar sem var boðað til í skyndi á sunnudaginn hins vegar samskiptin vestur yfir haf við stjórnvöld í Hvíta húsinu og þau hafa ekki batnað eftir að Trump fór að hóta hervaldi út af Grænlandi og hótaði síðan refsitollum á 8 Evrópuríki. Spennustigið fyrir fundinn lækkaði aðeins í gær þegar hann afturkallaði þessar ákvarðanir, en það nokkuð ljóst að mjög margir leiðtogar í Evrópu eru orðnir þreyttir á þessum samskiptamáta. Þeir mættu hingað í eftirmiddaginn og það var alveg ljóst að það gríðarlega mikill áhugi fjölmiðla á því að heyra í þessum leiðtogum fyrir fundinn hérna í kvöld. Við sáum það berlega þegar Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, mætti hingað, sem og Emmanuel Macron, forseti Frakklands. Deilan Grænland við Bandaríkjastjórn var auðvitað og í rauninni ennþá það sem kannski ber hæst á þessum fundi, auðvitað Úkraína líka. En við skulum heyra hvað Mette Frederiksen sagði núna áðan þegar hún var spurð viðræður við Bandaríkjamenn öryggismál á Grænlandi. Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med de samtaler. Vi har en aftale omkring forsvar fra 1951. Kan vi udbygge den yderligere, så det bestemt ikke noget, vi afviser, hverken fra dansk eller fra Grønlands side. Men det jo vigtigt at sige, at vi har samarbejdet omkring sikkerhed med USA i rigtig, rigtig mange år. Det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig og på en respektfuld måde, og det afprøver vi nu, om kan lade sig gøre. Mette var staðfesta það sem kom fram í fréttum í dag að það stæði til að tala varnarsamninginn frá 1951 við Bandaríkin og þá væntanlega einhverja endurskoðun á honum. Bandaríska dagblaðið New York Times heldur því stöðugt fram í fréttum í dag að það standi til að Bandaríkjamenn fái mögulega einhvers konar yfirráð yfir svæðum á Grænlandi þar sem verði með herstöðvar. Mette hefur hafnað því í dag og segir þetta ekki koma til greina. En eins og þú sagðir áðan, Björn, þá yfirskrift þessa fundar að hann fjallar samskiptin við Bandaríkin sem eru ekki með besta móti þessa dagana. Nei, svo ekki sem sagt. Jafnvel þótt að Donald Trump hafi bakkað með refsitolla og beitingu hervalds, þá eru margir hér sem hreinlega ekki treysta því sem hann segir og það náttúrulega boðar ekki gott í samskiptum Evrópuríkja, Evrópusambandsins við Bandaríkin. Macron, Frakklandsforseti, hann kom einmitt inn á þetta í dag. Me félicite qu'on a commencé la semaine avec une forme d'escalade, des menaces d'invasion et des menaces tarifaires. Et nous sommes revenus à une situation qui me paraît beaucoup plus acceptable, même si nous restons vigilants. Et donc ce qu'il faut en conclure, c'est que quand l'Europe réagit de manière unie, en utilisant les instruments qu'elle a à sa disposition, et tandis qu'elle est menacée, elle peut se faire respecter. Et c'est une très bonne chose. Sagði Macron, Frakklandsforseti, nú fyrir fundinn. Það eins og við töluðum áðan, Jóhanna, þá nokkuð ljóst að málefni Úkraínu verða örugglega ofar á baugi hérna heldur við kannski bjuggumst við fyrir, klukkutíma eða 2 síðan. Það búist við því að fundurinn standi fram á kvöld, en við fylgjumst að sjálfsögðu með hérna í Brussel og verðum með fréttir af þessu á RÚV.is og í útvarpinu í kvöld. Að sjálfsögðu, takk fyrir það, Björn Malmquist í Brussel. En meira þessu tengt. Því utanríkisráðherra segir að búið sé að lækka spennustigið á norðurslóðum en enn sé of snemmt að segja til hvað fólst í samkomulagi Bandaríkjaforseta og framkvæmdastjóra NATO. Það búið að lækka spennustigið en málið í heild sinni er ekki búið. Mér finnst að Grænlendingar þurfa að fá algjöra vissu fyrir því að það ekki að vera að höndla þeirra svæði, þeirra fullveldi án þeirra. Þorgerður segir enn ekki liggja fyrir hvað Mark Rutte og Donald Trump fór í milli, en Íslendingar, Danir og aðrar þjóðir á Norðurlöndum hafa ekki farið leynt með að auka öryggi og eftirlit á Norður-Atlantshafi undir hatti NATO.
Og það eru fleiri og fleiri þjóðir á þessu eina ári sem hafa verið að sýna aukinn skilning í þá veru og það skiptir mjög miklu máli að það ríki samstaða innan Atlantshafsbandalagsins að við þurfum að efla öryggi og varnir á þessu svæði. Formanni Miðflokksins var einnig nokkuð létt eftir atburði gærdagsins. Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO, hefur staðið sig að því virðist mjög vel í þessu að róa málið sem nú það sem að ég og fleiri töldum mikilvægt að byrja á. Þannig að þetta myndi ekki stigmagnast áfram. Þrátt fyrir harða framgöngu Bandaríkjaforseta gagnvart Grænlandi telur Sigmundur Davíð að varnarsamningurinn standi traustum fótum nú sem endranær. Auðvitað var þetta ekkert skemmtilegt upp á að horfa hvernig nálgunin var gagnvart Grænlendingum en við verðum nú ennþá að treysta því að samningar, svona grundvallar samningar sem Bandaríkin gera við annað ríki, að þeir haldi og ég tel að svo verði áfram. Og þá að öðru. Nærri 550 voru á bið eftir sálfræðiþjónustu hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við árslok. 222 börn og 325 fullorðnir. Biðlistarnir hafa þó styst frá árinu áður þegar það voru 233 börn á biðlista og 517 fullorðnir. Framkvæmdastjóri geðheilbrigðisþjónustu hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins segir jákvætt að biðlistarnir styttist en bið víðar í kerfinu hafi áhrif. Hins vegar eru málin þung og þau eru auðvitað fjölbreytt en þau eru mjög þung og það hefur áhrif á biðlistatölunar hjá okkur að biðlisti víðar í geðheilbrigðiskerfinu víðar langur og það erfiðara að koma málum áfram. Fyrr í vikunni sögðum við fréttir að sjálfsvígs samtölum til hjálparsíma Rauða krossins 1717 fjölgaði nærri 70% milli ára og hafa aldrei verið fleiri. Það gæti skýrst af því að fleiri leita sér hjálpar en verkefnastjóri hjá Rauða krossinum segir mikilvægt að fólk geti leitað til lágþröskulda þjónustu allan sólarhringinn. Þá segir hún að það þurfi að stytta biðlista. Biðtími mismunandi eftir heilsugæslustöðum. Að meðaltali hann nú 114 dagar, bæði fyrir börn og fullorðna. Það 4 mánuðir. Í byrjun ársins 2025 var meðal biðtími hins vegar 184 dagar hjá börnum, það 6 mánuðir, en 288 dagar hjá fullorðnum, rúmlega 9 mánuðir. Við viljum að þessi biðtími, að ekki sé biðtími eftir þjónustu vegna geðheilbrigðisvanda. Það raunhæft? Já, ég myndi segja það. Við erum í samvinnu við Norðurlöndin meðal annars í því að skoða og þróa skipulagið og okkar þjónustu. Þannig að það verði aukið framboð og fjölbreyttara framboð að úrræðum og aukin þróun og erum að vinna þessari auknu þróun að lágþröskulda úrræðum til þess að mæta vanda á fyrri stigum. Eins og eru fjölbreyttari úrræði í boði fyrir fullorðna en börn. Þess vegna gengur betur að stytta þá biðlista. Íris segir forgangsmál að fjölga úrræðum fyrir börnin. Til þess að fá tíma hjá sálfræðingum heilsugæslunnar þarf fyrst að bóka tíma hjá heimilislækni sem vísar viðkomandi áfram. En það bara erfitt að fá tíma hjá lækni. Þetta raunhæft að heilsugæslan sé fyrsta stoppið? Já, það það sannarlega. En með ákveðnu skipulags þáttum þá viljum við sjá það fram á það að það sé mögulegt að mæta því með hraðari og skilvirkari hætti. Hvernig þá? Það auðvitað bara í þróun hjá okkur, hvernig við ætlum að mæta því og við vonumst til þess að það muni hafa jákvæð áhrif eins og það að gera á Norðurlöndunum. Stjórnvöld í Íran segja að ríflega 3000 hafi látist í mótmælum sem nýlega geisuðu í landinu. Það í fyrsta sinn sem stjórnvöld birta slíkar tilraunir. Mannréttindasamtök segja mun fleiri hafa verið drepna. Íranski ríkisfjölmiðillinn lét 30 sekúndna innslag nægja til þess að greina frá því að 3117 hafi dáið, þar með talið liðsmenn öryggisveita og byltingavarðarins. Hin ýmsu mannréttindasamtök halda öðrum tölum á lofti og þær verstu gera ráð fyrir að hinu opinbera skeiki einhverjar þúsundir að minnstakosti. Þótt mótmælin hafi verið barið niður af mikilli hörku heima fyrir, mótmæla Íranir víða heim áfram, til dæmis í Þýskalandi, þar sem á 400.000 Íranar býr. Und die Leute fragen nicht, ob ich irgendwelche Familie im Iran habe. Und die Antwort ist ja, 90 Millionen Familie habe ich im Iran. Und wie kann ich einfach still bleiben und nichts machen? Und ja,
leider die Welt hört uns nie. Þessar konur hafa hist daglega í Berlín og mótmælt síðan landar þeirra buðu ægivaldi klerkana Birgin í byrjun árs. Margar þeirra hafa ekki getað hringt heim og hafa engar fregnir afdrif ástvina sem þær vita að tóku þátt í mótmælunum. Á írönskum kaffihúsum í Berlín hefur fólk getað komið saman til að reyna af veikum mætti að fylgjast með ástandinu. Es ist jetzt nicht nur eine Unterdrückung und Frauenrechte, es geht wirklich unsere Identität als Iraner. Jetzt wird schon ganz klar gesagt, wir sind kolonialisiert, wir sind islamisiert, wir wollen wieder Iraner sein. Wir wollen unsere Kultur zurück, wir wollen unser Land zurück. Wir wollen diese Besatzung nicht mehr. Íbúi í nágrenni við Holtsnúp þar sem ökumaður lést þegar grjót féll á bíl hans í fyrra fagnar því að til standi að setja upp hrunvörn í fjallinu. Helst vilja heimamenn að þjóðvegurinn verði færður til að draga úr líkum á slysum. Grjót féll þrisvar úr Holtsnúpi undir Eyjafjöllum í fyrra. Í mars lést 45 ára kona þegar grjót féll á bíl hennar og í desember hefði getað farið illa þegar ökumaður ók á grjót sem fallið hafði úr hlíðinni. Maður keyrir hérna í niður myrkri 2 á dag og það fara skólabílar hérna að minnsta kosti 4 sinnum á dag og manni er svona ómátt. Rannsóknarnefnd samgönguslysa vill að Vegagerðin ráðist strax í viðeigandi úrbætur til að draga úr hættu á grjóthruni. Nú hefur Vegagerðin tilkynnt að slíkt verkefni verði boðið út í vor. Auðvitað á að færa veginn á endanum og því að það myndi auka umferðaröryggi langmest fyrir íbúa á svæðinu og fólk sem er að keyra hérna Fram kemur í skýrslu nefndarinnar banaslysið í fyrra að 300 til 400 kílóa grjót hafi losnað ofarlega úr fjallinu. Það kom í loftköstum niður hlíðina og lenti fyrst á vegkanti hringvegarins. Þar tókst grjótið á loft og hafnaði ofan á bílnum. Ökumaðurinn lést samstundis. Það hefur verið klest á steina hérna oft mörgu sinnum þannig að maður eiginlega svona beið eftir þetta myndi gerast þótt að þessu litla líkur á þetta gerist en þetta gerðist og endaði með þessum skelfilegu afleiðingum. Umferðum vegarkaflan hefur meira en 5-faldast frá árinu 2000. Því segir rannsóknarnefndin mikilvægar en áður að ráðast í grjótvarnir. Aukin umferð auki líkur á sambærilegum slysum. Mamma keyrði þarna á grjót fyrir 7 til 8 árum og bíllinn gjörsamlega eyðilagðist en hún slasaðist ekki. En þannig að við erum bara búin að vera að bíða og sjá hvað gerist en það var ekki fyrir eftir þetta hræðilega slys sem að Vegagerðin tók til aðgerða í rauninni en það hefði getað verið gert síðast sumar. Þetta er eins og draumsýn sem varð að veruleika, sagði einn af vinum Laugarness í dag þegar umhverfisráðherra tilkynnti friðlýsingu Laugarnestanga. Þar eru minjar sem spanna alla Íslandssöguna og verða nú varðveittar. Komið. Og þar með var búsett og menningarlandslag Laugarnestanga friðlýst. Laugarnestangi er 11,6 hektarar, þar er eina óraskaða fjaran sem er eftir á norðurströnd Reykjavíkur og þar eru líka minjar allt frá landnámstíð til hersetu. Leifar kirkjugarðsminjar sjósókn, leifar biskupsbústaðar og spítala og fleira og allt þetta hefur nú verið skilgreint sem minjaheild. Þetta þýðir að við erum að verja það hérna gagnvart hverskins röskun. Þetta er náttúrulega alveg einstakt svæði að því að hérna mætast náttúra og hérna landslag og líka menningarminjar. Og þetta var stór dagur fyrir samtökin Laugarnesvini sem hafa barist fyrir friðlýsingu Laugarnestanga í áratugi. Þetta hefur skilað árangri. Þetta er stórkostlegu dagur, þvílíkur fögnuður. Þannig að þetta hefur alltaf legið sem náttúrulega drauma sín að yfirvöld skilji verðmæti þessa svæðis. Síðan borgarbúar að gera það. Þannig að draumsýnin var að veruleika í dag? Já, svo sannarlega. 4.000 ungmenni komu saman í háskólanum í Reykjavík í dag og kynntu sér tækifæri framtíðarinnar á hinum árlegu framadögum. Ekki laust við að það hafi ríkt talsverð samkeppni í háskólanum í Reykjavík í dag. Hæ, velkomin. Ég heiti Tómas. Bjarki. Velkomin. Þar voru meðal annars tekin hrað atvinnuviðtöl. Hvað er það sem þú ert sérstaklega að leita af? Ég er bara að leita af lausnum og bara hlutum sem er svona mikið að blanda saman véla, rafmagns og tölvunarfræði.
þar sem ungmenni fengu tækifæri til að bæði æfa sig í atvinnuviðtölum og koma sér á framfæri. Jæja, hvernig gekk þetta? Þetta gekk bara mjög vel, sko. Það voru 60 fyrirtæki úr hinum ýmsu atvinnugreinum með bása út allt hús til að kynna sig og kynnast nemendum. Og hægt var að fínpússa ferilskrána með glænýri mynd. Og af hverju ertu komin hingað? Leita mér að sumarstarfi sem að henda kannski betur náminu og prófa eitthvað annað. Ég bara búin að labba og fá eitthvað frístöf og spjalla skemmtilegt fólk, skemmtilega hluti. Þannig að þú ert ekki kannski að leita þér að vinnu eða? Jú, alveg eins sko. Maður bara svona, vega og meta og skoða hvað í boði og reyna að kynnast góðu fólki líka. Tæknin fer svo hratt og gervigreind, það er einhverju segja að hún kannski taki við af einhverjum störfum. Hefur það eitthvað áhrif á þitt val til framtíðar? Sko það gerði það alveg fyrst, en svo hugsa ég, fólk þarf lögfræðinga, þannig ég held að það sé minna kannski að lögfræði, gervigreindin sé eitthvað að fara inn á lögfræðina fyrir eitthvað kannski að nota það sem hjálpnartæki. Það gæti alveg verið, sko. Já, en ég er ekki alveg viss. Ég er náttúrulega ekki alveg búin að ákveða. Hvort það muni taka út eitthvað störf, hvort það muni fælka, einmitt eitthvað störf sem maður langar að fara í eitthvað svoleiðis. Ég er í hátækniverkfræði, þannig alveg 100% sko. Maður bara, tækifærin breytast örugglega með og jobbin sem er í boði, þannig Karlmaður sem lét færa á 15.000 hársekki frá hnakka ofan á hvirfil í Tyrklandi segir ekkert feimnismál að fara í hárígræðslu. Íslenski karlmenn flykkjast þangað í aðgerðir. Mér langaði bara í þykkara og flottara hár. Egill fór í hárígræðslu í fyrradag á sjúkrahúsi í Istanbúl í Tyrklandi og bættist þar í sístækkandi hóp. En undanfarna mánuði hafa 10 íslenski karlmenn farið þangað í hverjum mánuði í þessum erindagjörðum. Á vegum ráðgjafarinnar Gefur og hugsanlega hafa fleiri til viðbótar farið á eigin vegum. Ja, það er tekið hár úr manni sjálfum og þá er tekið hár hérna aftan frá af hnakkanum, ég veit ekki hvort það sjáist nógu vel. En það er tekið hár hérna aftan frá og það er svona fyrri partur aðgerðarinnar, tekur það bil 2 klukkutíma sem eru bara að plokka út hársekki af þínu eigin hári. Þá eru þessi sekkir sem voru teknir úr aftan af hnakkanum. Þeir eru græddir í hérna ofan á eftir ákveðinni hárlínu sem var búið að teikna á mig fyrir aðgerðina og þannig að þetta voru 4.400 sekkir sem er svona í svona hærra lagi. Egill er 32 ára. Hár hans var farið að þynnast og hefur ítrekað verið tilefni til gamansamrar umfjöllunar í þætti hans Brennslunni á FM 957. Hann segir það liðna tíð að aðgerðir sem þessar séu eitthvert feimnismál. Ekki það að ég hafi verið eitthvað sérstaklega óöruggur með það, en svona núna í kringum 30-aldurinn þá var ég svona aðeins byrjaðar að spá í því sjálfur og þetta var orðið svolítið mikið bras kannski að einhverju leyti. Lokaútkomu ígræðslunnar er að vænta eftir ár og næstu vikur þar Egill að huga því og fara gætilega. Og þetta er viðkvæmt svæði alveg í einhverja mánuði, 1-2 mánuði eftir aðgerð. Tyrkland er ein helsta miðstöð hárígræðsla í Evrópu og þangað kemur 1 milljón manna á ári aðalega karlmenn frá ýmsum löndum í þeim erindum. Áður en Egill ákvað að fara til Tyrkland skoðun aðgerðir í öðrum löndum og leita til þeirra sem hafa reynsluna og var því við ýmsu búinn. Hann segir líðan sína eftir aðgerðina betur en hann bjóst við. Það sem kom mér á óvart er hversu lítið sársaukafullt þetta var og það er líka komið smá óvart að eftir aðgerðir ég ekki að finna fyrir neinum sársauka. Og Egill segir hárígræðsluna opna ný og spennandi tækifæri. Maður verður bara með svakalega lubbamaður og maður getur greitt sér í alls konar greiðslu hvort ég var í Möllettin eða Fabio og ég veit það ekki maður. Það verður bara að koma allt hérna í ljós. Og að alltaf þessum kýrin Veronika hefur vakið heimsathygli og verið líkt við sjálfan Albert Einstein. Hún er ekki aðeins eldklár, heldur með þeim fyrstu til að nýta sér ýmis verkfæri til að klóra sér. Baby, with my Veronika. Snooty, movie star. Kom, slabbi. Ja. Veronika er 13 vetra heimasæta á bæ syðst í Austurríki og óhætt að segja að samband hennar og eigandans sé einstakt. Gibt keine blöde Kuh, gibt eine gescheite Kuh, gell? Das sind unterschätzte Lebewesen. Wir wissen nicht, ob sie eine Art Bovida Einstein ist, aber was sie besonders macht, ist, dass sie die erste Kuh ist, an der Werkzeuggebrauch wissenschaftlich erforscht wurde. Ásberg og kollegar hennar hafa legið yfir myndefni af Veroniku þar sem hún næri í spýtur og kústa með tungunni, teygir hausinn aftur og klóra sér á bakinu og alveg aftur á malir.
Bóndinn stoltur af sinni kussu sem hefur vakið athygli fjölmiðla allan heim. The Washington Post, the New York Times, Le Figaro, dann The Guardian von London, die Süddeutsche Zeitung, also unglaublich. Also wirklich global. Globales Interesse auf meiner Hexe. Ýmis tæki og tól fyrir kýr til að klóra sér eru staðalbúnaður í mörgum fjósum en þetta í fyrsta sinn sem rannsakendur hafa fylgst með kú sem stýrir verkfærunum sjálf. Wir haben ja Veronika getestet mit einem Deckschrubber, der Borsten hat. Wir haben diesen Deckschrubber in verschiedenen Orientierungen vor ihr hingelegt. Und sie hat, wie wir auch vorausgesagt haben, häufiger die Borstenseite verwendet als die andere Seite. Als sie die andere Seite verwendet hatten, dachten wir zuerst, es wäre ein Fehler. Und dann ist Antonio Osuna Mascaro, der die Studie durchgeführt hat, aufgefallen, dass Veronika die zwei Enden unterschiedlich verwendet. Nämlich wurde die Deckschrubberseite hauptsächlich auf dem Rücken verwendet und das Stielende hauptsächlich an den Weichteilen wie dem unteren Euter. Bóndinn vonar að Veronika sýni fleirum að kýr séu mun gáfaðri skepnur en margir halda. Das hätte ja nie gedacht, dass das global irgendwie so eine Runde zieht. Ich habe einfach gedacht, das gehört schon gezeigt, damit die Leute ein bisschen mehr schätzen, was Tiere können und sie das auch ein bisschen anderes Bewusstsein kriegen für Nutztiere. Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Hvað eru opin ástarsambönd og hvernig virka þau? Við ætlum að reyna að komast að því í Kastljósi í kvöld. Lífið okkar bara ósköp venjulegt. Eina breytingin bara að við megum gera nákvæmlega það sem við viljum með hverjum sem hvenær sem Það var spennandi en ég held að þetta klikki fyrir rest. Mér kemur ekkert við hvernig aðrir hafa þetta en þetta ekki fyrir mig. Þú getur ekki hugsað að vera í opnu sambandi? Nei. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Hvöss austanátt með talsverðri úrkomu suðaustan til og gul viðvörun í gildi vegna hennar fram á nótt. Austan 8 til 15 metrar á sekúndu á morgun en 15 til 20 syðst. Víða bjart en áfram væta suðaustan og austanlands og kólnandi. En við fyrir nánari við veðurhorfur að loknum íþróttum. Íslenska karlalandsliði í handbolta mætir Króatíu í fyrsta leik sínum í milliriðlakeppni EM á morgun. Leikmenn og þjálfarar Íslands eru tilbúnir í slaginn en það íslenskur þjálfari Króatíu líka. Við hittum það bara koma og segja hann og allt góðu sko. Það syngja með þjóðsögnum? Já, ég syng bara með báðum og bara léttur, ljúfur og kátur sko. Og Alfreð Gíslason stýrði Þjóðverjum í spennuleik gegn Portúgal þegar milliriðlakeppni mótsins hófst í dag. Þýskaland í góðri stöðu eftir leikinn. Og það var helst í þessum fréttatíma að forseti Úkraínu gagnrýndi evrópska þjóðarleiðtoga í dag og hvatti þá til að sýna meiri forystu á alþjóðasviðinu, meðal annars vegna Grænlands. Bandaríkjamenn eru tilbúnir að veita Úkraínu öryggistryggingu að undangengnu friðarsamkomulagi við Rússa. Íbúar við Holtsnúpundur Eyjafjöllum þar sem banaslys var þegar grjót féll á bíl í fyrra vilja láta færa hringveginn til að draga úr slysum og gagnrýna sein viðbrögð vegagerðarinnar. 4.000 komið saman í HR í dag til að kynna sína starfsemi og kynnast nemendum sem að taka sín fyrstu skref á vinnumarkaði. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið íþróttum veður og Kastljósi. Það næst fréttir hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Og við megum til að minna ykkur á að fyrsta leik Íslands í milliriðli og EM karla í handbolta í Malmö á morgun. Leikurinn hefst klukkan 14:30, stofan klukkan 13:45. En við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verið sæl.